Hingað er kominn Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks. Velkominn Kristinn. Þetta hlýtur að vera svona eins og að vera staddur í einhverjum stórum stormi. Þú ert búinn að vera í miðjunni á því sem að má teljast undanfarnar vikur stærsta fréttamál heimsins. Já, það er ekki gefið að báti, það geta að segja að þetta er búið að vera þessi stormasamt síðustu vikur. En það er ekki mikill þrýstingur á okkur? Jú, það eru þrýstingur á okkur, það er líka miklar árásir á okkur. Það eru ótrúlegar árásir síðustu vikur og það var tekið á sig þesslega birtingarmynd að það hefur vakið upp ótrúlega sterk viðbrögð og menn farnir að sjá að hér er verið að fást við grundvallar spurningar í mannréttindi og tjáningafrelsi. Hverjar eru birtingarmyndir þessar árás aðalega? Já, núna upp á síðkastið þetta náttúrulega fyrirtæki sem að rifta þjónustusamningum við Wikileaks og samstarfsaðila Wikileaks. Það er gert alveg án nokkurra skýringa nema einhverja óljósra. Það er enga forsendur fyrir þessu. Við vitum alltaf að það er opinber þrýstingur á fyrirtækin. PayPal til að mynda, við viðurkennt að þeir hafa orðið fyrir þrýsting í bandaríska stjórnvalda. Visa og Mastercard sem hafa lokað á greiðslugáttið til okkar hafa ekki viðurkennt það ennþá. En þetta hefur bara kallað á viðbrögð að við og okkar samstarfsaðilar grípum til varna eða sóknar öllu heldur og þessi fyrirtæki verið dregin til ábyrgðar. Amazon er þarna líka? Amazon rifti samningu hýsingu. Við vorum með tímabundinn samningu Amazon að þeir einföldu forsendu að þeir bjóðu upp á að gríðarlega öflugar netþjóna sem geta tekið við miklum svona umferðartoppum. Þeir lokuðu á Wikileaks. En það er sem sagt verið að reyna að kremja ykkur í eða kæfi ykkur í gegnum fjárstreymið til ykkar? Algjörlega. Þetta er bara einkavæðingar ritskoðunarinnar. Bandarísk stjórnvöld hafa dregið úr gagnrýni sinni svona í opinberri orðræðu. Því að í upphafi þá lána fyrir að menn færu gessanlega yfir strikið í gífuryrðum. Við áttum að vera ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna, við áttum að vera að stefna lífi og lífi manna í hættu og stefna heimstöðuleikanum í hættu líka. Upp á síðkastið hafa menn að tóna þetta niður í bandaríska stjórnkerfinu og sagt að þetta hafi sem engin áhrif. Einhverju síður eru sumir einstaklingar að lýsa yfir að það sé verið að leita allra leiða til að lögsækja fósbrakka Wikileaks. En síðan taka þessi fyrirtæki, fjármálafyrirtæki upp þráðinn með þessum ótrúlegu tilburðum að reyna að stöðva greiðsluflæðið til okkar. Og þið finnir fyrir þrýstingi í bandaríkjastjórnar þarna bakvið eða? Já, það er augljóst mál. En hvernig með efnið sem þið hafið? Ég meina, er það í hættu? Geymslu staðir efnisins? Efnið er yngri hættu og það er ekki nokkur einasta leið að stöðva birtinguna. Við höldum áfram þessari birtingu. Hún er yfirveguð, hún er samkvæmt fyrirfram gerðir áætlun sem var lögð niður í samstarfi við okkar samstarfsaðila í fjölmiðlum, Der Spiegel og New York Times, Guardian, El Pais og Le Monde. Sú áætlun heldur áfram. Samstarfið við fjölmiðlum verður síðan víkkað út, þannig að þetta mun halda sem við striki og þessar árásir á okkur hafa valdið því að við finnum fyrir gríðarlegum meðbyr, fólki náttúrulega gróflega misboðið þegar að fyrirtæki eins og Mastercard og Visa sem er með greiðslugáttir inn til Ku Klux Klan ákveða það upp á sitt einstæði að hefta tjáningafrelsi með þessum hætti. Því að þetta er ekki bara verið að hefta okkur og okkar starfsemi, heldur líka verið að svipta þig þeim rétti að geta sem neytandi og einstaklingur stutt til baki með þessum því að láta eitthvað hendi rakna til samtækjana. En stuðningur sem þið hefur fundið fyrir, nú hefur til dæmis komið stuðningur frá Ástralíu og frá Brasilíu, Lula. Utanríkisráðherra Ástralíu hefur fordæmt þessar árásir á Wikileaks. Það hefur forseti Brasilíu gert líka. Æðsti yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum hefur lýst við miklum áhyggjum að þetta sé brot á alþjóðalögum og grundvallar reglum mannréttinda. Þannig að við finnum þennan meðbyr og líka meðal almennings. Fyrir 2 sólarhringum held ég fór á stað undirskriftasöfnun á netinu og síðast þegar ég gáði þá var yfir 500.000 manna búin að skrá sig þar að mótmæla þessum aðgerðum. En frá Íslandi, er eitthvað stuðningur hérðan?
Já, þetta var mál tekið upp á fundi allsherjarnefndar á föstudag og ég var þar á síma og það sagði frá okkar upplifun af þessu. Ég gæti ekki heyrt annað á nefndarmönnum að þeir hefðu miklar áhyggjur af þessu og ákveðið heyrðist mér að halda máluna áfram. Fulltrúar kortafyrirtækja gáfu þar ófullnægjandi upplýsingar og voru kallar aftur fyrir fund nefndarinnar á morgun. Þannig að ég á von á því að þetta verið tekið upp á þinginu. Ég hins vegar sakna þess að heyra stjórnvöld hér og vil gjarnan að hvetja þess að utanríkisráðherra lýsi skoðun sín á þessu og fordæmi þessa árás á Wikileaks. Ég held að það væri mjög sterkt og gott fyrir Ísland einnig. Þú beinir þeim orðum til Össurar Skarphéðinssonar? Já, ég vil bara helst heyra í kvöld. Já, segjum þér, en eru þið sannfærðir að það sé rétt að birta allt þetta efni sem þið eru með? Já, beindu þeir spurningum til þeirra fjölmiðla sem hafa verið að vinna úr þessu efni. Það mikilvægu fréttir sem hafa verið að koma fyrir almenni sjónir, sem hafa verið miklar uppljóstranir og mikilvægur. Við erum að sjá hið sanna í málu varðandi stuðning Arabaleiðtoga og andstöðu við Íran, það sem að kalla eftir sprengjuárásum þar. Við sjáum að Kína hefur lýst yfir að þeir hafi breytt afstöðu sem eitthvað varst Norður-Kóreu og svo framins. Þetta eru stór fréttir til að byrta eitthvað varst alveg og nauðsynlegt að koma fram. Sumt minna mikilvægi eins og það að hvaða skoðanir diplómatar hafa á leiðtogum gistiríkjanna þessar eru og kalla Pútín alfahund og hann og Medvedev, Batman og Robin og annað slíkt. En í heildina þá þetta upplýsingar sem eiga erindi alveg, svo það ekki nokkur einstu á því. Og þú getur fullyrt að þið séð ekki að leggja mannslífi í hættu? Við erum búin og í samstarfi við þá fjölmiðla sem við erum að vinna með farið yfir öll skjöl og það tekið út nöfn einstaklingar sem að kunna að lenda í hættu ef að þeirra nöfn eru birt. Við erum búin að heyra þessa gagnrýni að við séum með óábyrgum hætti að birta skjöl. Við birtum næstu í 400.000 skjöl Íraksstríðið á dögunum, þar sem ekkert einasta nafn var birt. Þannig að við erum að meðhöndla þessi skjöl af ábyrgð og við erum að vinna án þess að reyna að setja nokkurn í hættu. En nú nefnilega, einkennið að lekarnir eru aðalega frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru náttúrulega lýðræðisríki og þeir eru ekki frá einræðisríkin því einræðisríkin leka ekki. Þetta er ekki frá Kína. Já, ef þú lítur yfir sögu Wikileaks, nú hefur svona ekki verið í virku samstarfi við Wikileaks eða vinna þar innan veggja nema í takmarkaðan tíma að þessum árum síðan þetta var farið af stað, að þá hafa leikarnir komið frá öllum heimsóknum og meðal annars frá ríkjum þar sem ekki er mjög virkt lýðræði. Þetta hefur verið margháttar upplýsingar sem snúa ríkisstjórnum út allan heim og fyrirtækjum. Við skulum ekki gleyma því að þeirri uppljóstun sem var hér í ágústbyrjun í fyrra þegar við fengum lánabók Kaupþings á Wikileaks vefi sem var vantarlega einn svona mikilvægasta upplifinu á því ári til þess að fylla upp myndina hvað gerðist innan bankana og við erum fá sína staðfestingar því eins og var að ræða á þann hvað gerðist innan veggja. Þannig að þetta eru margháttar upplýsingar frá öllum heimsflottum. Wikileaks er ekki að velja sér ákveðin takmark eða skotmark. Við erum ekki í því. Við erum gátt fyrir upplýsingar og fyrir uppljóstara sem að telja þessi búið upplýsingum sem að þeir telja erindum almenning. Það er síðan viss tilviljun má segja að síðustu mánuði hafa þessar stóru uppljóstranir allt frá því voru að árása myndbandi frá Bagdad var sýnt í byrjun apríl og til þessa dags að þetta hafa verið upplýsingar sem að stafa frá bandaríska stjórnkerfinu. Það er engin anti-amerikanismi í gangi þarna. Það er þessa stundina eru þessar stóru uppljóstranir að beinast að þessu landi má segja, eða þeirra hagsmunum. En það er ekki val, þetta er ekki einn pólitík. Það er gaman að fá leka frá Kína eða Rússlandi. Vissulega. Já, en segðu mér, er eitthvað hæft í því að þið séuð með upplýsingar sem fjalli stóran amerískan banka? Við förum frekar varlega í það að fjalla upplýsingar sem ekki er búið að birta, en það er búið að gefa það út að já, við erum með upplýsingar, mikil upplýsingar sem fjalla bandaríska fjármálastofnun og höfum ekkert farið lengra í að greina hvað það er á ferðinni. Það mun síðan bara koma á daginn, mæntilega á nýju ári. Og þú getur sagt mér hvenær þetta verið birt? Ekki nákvæmlega, nei. Ekki nákvæmlega. Síðan
skulum við fara aðeins í mér minnistætt fyrir, hvað ætli þessi 1,5 ár síðan að ég fór á kaffihús í Reykjavík til að hitta mann sem átti að koma í viðtal til mig og það satt svona hávaxinn maður, mjög fölur, hvítt hár, grannur. Ég vissi ekkert þennan mann og enginn hafði nokkuð heyrt hann en svo kom hann í viðtal hérna í þessum þætti og nú þetta sannlega frægasti maður í heimi í augnablikinu og hann á forsíðum allra blaða og allra eldan. Þetta Julian Assange. Ég leið mér bara að spyrja því þú ert að vinna með hann, hvernig maður þetta? Hann sterkgreindur, yfirvegaður, hefur fastmótaðar skoðanir og réttlætiskennd. Hann hefur sterkt og fastmótað markmið. Okkur hefur gengið mjög vel að vinna saman. Viðræðugóður. Auðvitað hefur hann sín sérkenni, hann náttúrulega lítið hans forsögu, þá hann sprettur úr þessu umhverfi hakkara og var nú mjög ungur, svona lenti í útistöðu vegna þessa, vegna mál sem að snýra að innbroti tölvukerfi NASA. Auðvitað hefur hann sín sérkenni og við erum ekki alltaf sammála, en við hefum mjög gott með að vinna saman. Það hérna sem þið hittist á Íslandi í kringum, þegar hann hér í kringum leikana hér? Hérna síðasta vetur. En hann hérna í haldi í Bretlandi. Já. Hver staðan á því máli? Staðan á því máli er sú að það verður tekið fyrir hún á þriðjudaginn aftur, hvort að hann fái að fara út gegn, verði laus gegn tryggingu. Það búið að fara fram á framsal frá Svíþjóð út af máli þar. Nauðsynlegt að halda til haga að hann hefur ekki verið ákærður fyrir eitt en eitt. Hann var beðið að hann kæmi yfirheyrslu í Svíþjóð og lögmenn hans hvort hann til að gera það ekki vegna hættu á framsali frá Svíþjóð til Bandaríkjanna. Við höfum grunnsendur það að það sé verið að undirbúa ákæru á hendur honum og jafnvel reynda fleirum innan Wikileaks á grundvelli mögulega njósnalagana bandarísku. Og þessi, hann verið ákærður fyrir njósnir? Mögulegt að þú verið ákærður fyrir njósnir? Já, ég veit það ekki, það kann vel að vera. Í Bandaríkjunum? Já, það með þessu dígubarkalegu ummæli sem hafa verið frá ýmsum háttsettum aðilum í stjórnkerfinu, þá virðist harkan vera slíka að það verið mögulega gripið til allra mögulegra aðgerða og þegar að menn hafa verið að benda á það að njósnalöggjöfin hún eigi bara engan hátt við í þessu samhengi, þá hafi við bara jafnvel verið í að þá verður bara að setja ný lög. En eru meiri líkur á að hann sé framseldur frá þjóðin frá Bretlandi? Breski lögmennir segja að það sé miklu betra að verjast framsali frá Bretlandi en í Svíþjóð. En þetta nú þetta náttúrulega frekar óskemmtilegt mál, hann ákærður fyrir, þetta ekki nauðgun, en hann ákærður fyrir kynferðisbrot. Já, þetta hugtakrendar í þessum kafla, þetta ekki ákærur, Egill, Nei, hann ásakaður, já, þeir vilja fá hann til sín. Já, ég hins vegar til ekki rétt að vera að tjá mig kannski þessi efnisatriði, það hvorki smekklegt, en ég heldur ráðlegt og að fara eitthvað út í það. Já. Það eins og athyglisvert að því hann búið að upplýsa í rétti í Bretlandi þessar ásakanir, að það vekja upp spurningar og sérstaklega það umhugsun efni að hann skulle ekki hafa verið látið laus gegn tryggingu, þar áttu verið mjög ríkulega tryggingar. Það þykir mjög einkennilegt í bresku réttarkerfi því að þar ganga jafnvel meintir morðingjalausir og meðan þeirra framsalsmál eru til afgreiðslu. Eitt máli núna í fjölmiðlum Bretlandi, mann sem ásakaður að hafa myrt unga brúði sína í Suður-Afríku, hann laus gegn tryggingu, því sem ég best veit. Þannig að harkan í þessu máli er mjög athyglisverð. En ég reikna með því á þriðjudaginn að þá hljóta að fallist á að hann verið látið laus gegn tryggingu. En hefur þú þá borið þetta aðalega á herðir samskipti við fjölmiðla meðan hann er í fangelsi? Já, það sem ég dróð það stuttast á að sjá svona fjölmiðla samskipti á meðan að hann er óvirkur. Þannig að þú ert að verða frægur? Já, frægur eða alræmdur eða hvort ekki, veit það ekki. En segðu mér, svo nú kannski spurningin í þessu, þetta hefur snúið svo mikið Julian Assange og það hvort að það sé yfirleitt gott og nú það eru grúpa sem hefur verið að vinna með Wikileaks sem að kljúfa sig frá og segist að opna annan veg sem heitir OpenLeaks. Þetta náttúrulega ekkert sem einhver hefur engarétt á að vera birta upplýsingar af þessu tagi, þannig að hvað segir það?
það ekki bara fagnaðarefni? Jú, algjörlega. Ég hef bróskaðan velfarnaðar og ég held að því fleiri síður sem opna sem byggjast á sömu hugmyndafræði og Wikileaks, því betra. Og mér þykja hins vegar frekar svona leiðinlegt að sjá það að fyrirverandi samstarf með Wikileaks skuli fara út í þessa vegferð og sjá sér tilnæðu til þess að vera með frekar ósmekkleg ummæli sinn fyrir samstarfsmann og lýs svona við harðstjóra eins og Stalín og það ekki mín upplifun að samstarfi við Julian. Nei. En að þessu sögðu, þá er þetta náttúrulega ekki og alltaf við búið að þessi hugmynd myndi breiða úr sér, hún myndi nýjar gáttir eru opnaðar og þetta er ekki samkeppnismarkaður. Þetta er ekki samkeppnisbransi og bara því betra að því fleiri taki þátt. En það er eitt sem tengist þessu hér á Íslandi, menn hafa þessar hugmyndir að Ísland verði eitthvað svona griðland fyrir upplýsingar. Þetta er mörguleiti heillandi hugmynd en við sjáum að þetta getur líka verið erfitt þegar stóru veldin reiðast og menn hafa farið ofurmörgum í Ísland til dæmis í Bandaríkjunum með þessu samhengi haldandi að það sé spili eitthvað þátt í þessu. Heldur að það sé raunhæft að þessar hugmyndir komast í framkvæmd? Hvað er þetta kallað? Þetta er Media Initiative íslenska. Icelandic Modern Media Initiative, IMMI, skjámstafa. Ég held þessu raunhæft, menn eiga að setja kraft í að klára lagasetning og grundvelli þessar þingsályktunartillögur sem var samþykkt í vor einróma á þinginu. Þetta er gríðarlega öflugt tækifæri fyrir Ísland til að marka sér sérstöðu. Jafnvel búa til störf, að standa upp og sýna hugrekki og þor og dug og gerast ljósberi og kyndilberi tjáningarfrelsisins og mannréttinda hér á norðri. Við höfum farið í gegnum náttúrulega ótrúlega kollstefnur á síðustu misserum og þetta er tækifæri fyrir okkur til þess að sýna það að við höfum trú á þessum málstað og við höfum sýnt það svo sem í forsöguna, við getum tekið stóra slagi. Það var ekki, að ég kom eildi nála tíð, þegar Bobby Fischer fekk hér ríkisborgararétt og menn höfðu í miklum hótunum frá Bandaríkjum á þeirri stund. Við höfum staðið í þorskastríðum að því við töldum við varum verða það ríka hagsmuni, þannig að við eigum að sýna kjark. En nú er það þannig náttúrulega með upplýsingarnir í heiminum, þær eru geymdar svona, þær eru eiginlega svona láréttar, það er þetta vist af eitt hér og annað þar og svona, þarf eitthvað svona miðpunkt eða? Það þarf lagaumgjörð sem að verndar fjölmiðla og upplýsingar því að það er sótt að upplýsingafrelsi mjög víða og það er þróun sem er í gangi mjög neikvæð. Og hún fer ekkert oft hátt. Það er til að mynda yfir 300 mál í gangi í Bretlandi sem aldrei eru upplýst það sem eru þöggun gagnvart fjölmiðlum. Löggjöfin í Bretlandi er gömul og úrelt og það er auðvelt að þagga niður í fjölmiðlum. Ég hef lent í því sjálfur að fara og vinnu minni heima að reyna að finna efni á Financial Times sem er allt í nú horfið. Og þegar þetta skýringa þá verður með vandræðalegir, þá búið að kippa því út. Það búið að kippa því, það búið að brenna síður á Þjóðskjalasafninu. Þetta er nýju veruleiki og þeim er meinað að segja frá því. Það er verið að tilhengt þess að setja löggjöf í Eistlandsríkjunum sem að þvinga blaðamenn til að gefa upp heimildamenn, ekki í stórum málum, en bara í hefðbundnu sakamálum. Á Ítalíu, í skjóli Berlusconi, er verið að reyna að koma gegn löggjöf sem að hefta frelsi fjölmiðla. Þannig að það er mjög víða sem að er verið að þrengja að og við með heilstættri löggjöf þar sem að, og er ekkert byltingakennt við þetta eins og því að þetta eru brot af bestu löggjöfum allra ríkja sem er sett saman í heilstæða löggjöf, getum búið hér til skjól sem að yrði notað af þeim sem að þurfa þá að hýsa hér upplýsingar sem að þeim yrði meina að birta annars staðar. Sko við erum að sjá núna framlínu og átakalínu og það er það sem búið að vera að gera þessa viku sem er alveg ótrúlega. Þetta snýst tjáningarfrelsið, mannréttindi og frelsi internetsins. Þannig að við erum með ríkisstjórnir öðrum megin sem að vilja hafa leynd yfir öllu sínu atferli og í skjóli leyndar er alltaf spilling og hinum megin almenningur sem áttu sig á því að það er vegið að þessu frelsi.
fjármálafyrirtækin að fá náttúrulega á sig gríðarlega gagnrýni núna sem að taka þau upp hjá sjálfum sér, að ritskoða, að hefta tjáningarfrelsi. Alveg gríðarlega alvarlegur hlutur. Þú mátt ekki nota kortið þitt þarna í ákveðnum tilgangi, en þú mátt kaupa vopn á netinu, klám, stunda fjárhættuspil, styðja vafasöm samtök. Wikileaks hefur ekki verið það verið engin lögsókn verið settast taka hvort Wikileaks eða einstaklingum þar. Þetta hafa verið digurbarkalegar ásakanir, stórirði og gífurði stjórnmálamanna og menn beygja sig undan því. Þetta mjög alvarlegt mál. Þannig að tala það, umræðin sumstaðar komin út á það planaði að tala að þeir bara drepa menn. Já, andómslega. Það er alveg ótrúlegt þegar að menn missa sig í það. Að það bara að senda dauðasveitir til þess að aflífa fósbrakka Wikileaks. Einn alvarlegast var að heyra fyrirverandi pólitíska ráðgjafa forsætisráðherra Kanada í sjónvarpsviðtali lýsa því yfir, hann vildi bara sjá Julian Assange myrtan. Hann dróð sig orðin tilbaka að vísu en það gríðalur hitt í mönnum. Upplifir þú að þessi fylgst með þér? Ég gerir ráð fyrir að það sé fylgst með mér. En upplifir þú í hættu? Nei, ekki á mikinu. En ég hugsa að það sé náttúrulega einhver hætta fólkinu því að vera í sviðsljós í forsvari fyrir samtök. En þegar ég horfi yfir þá erum við að finna núna mikið viðsnúning og ótrúlega meðbyr almennings, af því almenningur að sjá það að spurningin fara að snúast grundvallaratriði, eins og ég segi. Kristinn, þakka þér fyrir að koma í þátt. Takk svo mikið.